Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn sem við tökum upp hérna í Pakkhúsinu í innbænum á Akureyri. Við ætlum að fjalla ýmislegt að venju, það frumsýnt í Freyvangsleikhúsinu og við ætlum að kynna okkur þá sýningu. Held meiri sé að við fáum kennara og fyrir nemenda hans sem að taka nú saman þátt í sýningum. Við hittum hann Njörð P. Njarðvík rithöfund og fáum aðeins að heyra bækur sem hann að gefa út eða endurgefa út líka. Við hittum hann Trausta Valsson og fræðumst bókina hans, Mótun framtíðar. Nú fer að skella á jólabókaflóði nefnilega, þannig að það að spennandi tímar fyrir okkur sem hafa einhvern áhuga á bókum. Við fáum líka hana Hildi Eir Bolladóttur, prest og verðandi dagskrárgerðarkonu hérna á N4, en hún nú ekki komið í því samhengi því að við ætlum að fjalla aðeins messu sem verður í Akureyrarkirkju helgina. Við fáum líka að heyra í norrlenskum konum í tónlist þann hóp og það ætla einmitt að flytja sína tónlist í kirkjunni. En við fræðumst líka körfubolta. Við hefum vist svona ægilega mikil efni í körfubolta hérna norðan heiða og hann Karl Eskil hitti nokkra þeirra. Við ætlum hins vegar að byrja á því að tala kvennafrídaginn. Verið velkomnar, stöllur. Takk fyrir. Kvennafrídagurinn, eigum við aðeins bara að ég skal veðja að þú getur rifjað aðeins upp kvennafrídaginn. Þá var það að tala kvennafrídaginn fyrir 40 árum síðan. Já. Mín minning kvennafrídaginn kannski svolítið öðruvísi heldur en annara kvenna. Þá var ég verða 25 ára, bjó í Reykjavík og komst ekki á Lækjartorg. Ég var með 2 börn og náttúrulega fylgdist með þessu en allar þessar upplifanir þessar kvenna náttúrulega tók maður inn á sig. Og alla mína tíð og alla mína pólitísku tíð þá hefur diskurinn áfram stelpur hljómað í bílnum og hefur veitt mig bara að ég þurfti virkilega á því að halda, að hlusta á þetta aftur og aftur og aftur og ég ekki hætt. Nákvæmlega, en þú einmitt, hefur verið bæði svo fyrir þá sem ekki þekkja til, þú varst í bæjarpólitíkinni hérna á Akureyri lengi vel. Já. Og tekið þátt í rauninni í Lions og ég veit nú ekki hvar, þú hefur ekki komið við í þessu öllu saman. Ég maður verið að hafa nóg að gera. Já, já. Og þessi jafnréttisbarátta, fyrst þegar maður byrjaði, þá hélt maður þetta væri nú, þetta allt að koma, það 40 ár síðan og þetta ekki komið ennþá. Og þá náttúrulega launajafnrétti sem við erum að tala sem náttúrulega hvað mest. Margt hefur áunnist, en það mikið eftir. Því miður. Þú manst kannski ekki jafnvel eftir kvennafrídaginn fyrir 40 árum eða hvað? Nei, ég var 30 ára. Já. Og ég hringdi nú í mamma mín í gær til að spyrja hvernig þetta hefur verið. Af því að við byggum í Hafnarfirði þegar kvennafrídagurinn var og ég hafði aldrei spurt hana, fórstu, fyrir að torg og hún fór. Ég var mjög ánægð með hana og skildi mig eftir hjá pappa heima, Þannig að ég var mjög glöð að heyra það. Hvað finnst þér mest hafa áunnist ef við horfum tilbaka í jafnréttismálunum? Hvað finnst þér merkilegustu svona vörðurnar? Það náttúrulega bara hvað konur hafa þá farnar að taka þátt í þessum svokölluðu karlastörfum, sem í raun og veru engin karlastörf og við höfum ennþá eftir, ég tek til minns eftir tölvugeirann. Það þarf nú enga karlmannlega yfirburð til að vinna í því. Þannig að ég hef oft sagt og fagna því náttúrulega hérna til minns við háskólinn að koma núna tölvunabraut. En ég horfði á myndina og ég horfði hvar eru konurnar þar í 1 eða 2, hitt voru karlar. Þannig að þarna til dæmis eitt sem í raun og veru huglæg vinna sem að konur ættu bara virkilega að láta til sín taka. Hvernig upplifir þú jafnréttisstöðuna ef við erum öll einhvern veginn sammála það að launamisrétti sé eitthvað sem að þurfa að takast á við, en aðrir hlutir, upplifir að þetta sanna fullkomna jafnrétti sé komið? Nei, sannarlega ekki. Það töluvert eftir. Við þurfum að horfa á staðalímyndirnar sem þú ert auðvitað að tala Gerður, svona hvernig konur birtast og karlar birtast til dæmis í fjölmiðlum. Það náttúrulega ofbeldið líka sem endalaust barátta. Mér finnst þetta svona stóru málin og náttúrulega launajafnrétti. Þetta tengist auðvitað allt líka. Og svo tengist þetta líka að gera vinnustaðinn okkar fjölskylduvænni, að konum og körlum takist að sinna börnunum sínum til jafns og svo framvegis. En kannski því sem við erum að tala hérna núna, það hátíðarhöld framundan. Segðu mér aðeins frá því sem að gerast. Já, það núna á laugardaginn.
burt sér frá því að það er spáð stórhríð, þá ætla ég... Við skulum ekki tala um það mikið. Nei, en það sem Það sé... er alltaf gott veður á Akureyri. Já, en það er kannski bara alveg í anda dagsins, að það svolítið svona gusti svolítið af okkur og þessi dagskrá sem er áætluð á laugardaginn, hún byrjar klukkan 11:30 hér í nágrenninu við það sem við tökum þetta upp, hér inn Aðalstræti 6. Og það vill svo skemmtilegt til að ég á það hús, vissi nú ekki þegar ég keypti það svona sem til þess að hafa eitthvað að gera, að þar kaus Vilhelmína Lever í fyrsta skipti áður en konur fengu kosningarétt og kaus af því að hún var maður. Og mér finnst þetta bara mjög skemmtilegt og má nú þakka eiginlega Sontakonum fyrir það framtak að standa því að halda minningu Vilhelmínu á lofti og fleiri hafa svo sem gert það eins og Saga Jónsdóttir leikstjóri. En það verður sem sé byrjar þarna við Aðalstræti 6 þar sem að konur á Akureyri ætla að afhjúpa skjöld í minningu þessa atburðar þegar hún kaus og síðan verður dagskrá áfram og þá inn í Sontahúsinu þar sem að verður dagskrá og farið nánar yfir þetta og þú veist það kannski betur. Já, við ætlum að bjóða í bökur í Sontahúsinu og sem er hérna inn við Minjasafnsgarðinn og þar ætlar Sigríður Stefánsdóttir, jafnréttisfulltrúi Akureyrarbæjar að fara að rifja upp söguna varðandi kvennafrídaginn og það verður líka opið í Minjasafninu, þar er þetta sýningin verður tilbúin frú forseti og það verður leiðsögn frá sýningu og það verður líka opið í Nonnahúsi og þar er sýning móður nonna Sigríði sem er verður líka að þetta skoða og svo verður held ég líka önnur leiðsögn upp í Minjasafni klukkan 2 sýninguna Akureyri bæði með pollinn þar sem að Vilhelmína Lever það verður svona með augum hennar skilst mér. Nákvæmlega. Og það er hægt að kynna sér alla þessa dagskrá væntanlega bara heimasíðum og visitakureyri.is. En loka orð, viltu, ef þú ættir að velja eitthvað sem þú myndir vilja segja þessu tilefni, kvennafrídagurinn, þú manst eftir þessu mikilli sögu í þessu málefnum hérna á Íslandi. Já, ég held við eigum að gleðjast. Við eigum að gleðjast yfir því sem við höfum fengið, halda áfram á sömu braut, ekki gleyma körlunum, og svo þurfum við náttúrulega að berjast áfram í launajafnréttinu. Takk kæri, já. Mér langar bara alltaf að hvetja alla konur og Akureyri til að koma og vera með okkur á laugardaginn og bara áfram stelpur. Áfram stelpur. Takk kærlega fyrir komuna og ég er eiginlega alveg viss að karlmenn eru hjartanlega velkomnir líka. En við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.